Séra Pétur Ingjaldsson, hann hafði afskaplega gaman af því að messa í gamla skóluhúsinu á Nesinu. Bara, ég veit ekki, það var eitthvað við þetta sem honum þótti hátíðlegt og áhugavert. Og alltaf, þegar hann talaði í skóluhúsinu, þá talaði hann blaðalaust. Og horfði gjarnan út gluggann. Og hann tafsaði aldrei við þau ræðuhöld. Rak aldrei í vörðurnar, bara ekki að ræða það. En það heyrði ég æðu oft í Hofskirkju hins vegar. En það var til siðs, sem sagt einu sinni á sumri að messa þarna út tró. Ég man eftir að hafa farið í nokkuð skipt og reyndar í mörg af þessum skiptum. Ef að veðrið var gott, þá var farið í Skógamannavíkina, kveiktur eldur og verið með kaffi. Og það var uppi í þetta sinn líka. Og þær keftust náttúrulega alltaf við konurnar þarna hver væri með mest og best bakkelsið. Það tilheyrði. Og mamma hafði bakað þarna í stórt ílát ástapunga. Og svo nú fólk komið saman, þá réttur mér dunginu Sveinn farðu hringinn og bjóddu fólki ástapunga. Og ég geri það nema þegar ég kem að séra Pétri, þá var hann að tala við einhvern annan og ég var eitthvað að reyna að láta vita af mér og það enda með því ég segi svona stundarhátt: Viltu punkt, Pétur? og það kiftist eitthvað við fólki þarna. En Pétur náttúrulega fekk sér ástapunga svo ekkert væri. Hann truflaðist ekki á þessu? Nei, hann truflaðist ekki á þessu. Já. Það var kostulegur maður alveg. Já. Kostulegur maður. Við Jónas frændi mig, við gengum náttúrulega, við gengum til spurninga á Reykjaskóla í raun og veru. En einhverja upprifjun þurftum við, því að við erum ferndir, þetta ætlaði ekki verið 17. júní eitthvað svoleiðis, ég man það nú ekki lengur. Og við eftir að við komum heim, sem sagt mánaðamótin apríl-maí, þá erum við teknir þarna einhver skipti inn á Skagaströnd til Péturs. Og það var sérstakt, því að Pétur hafði engan áhuga að kenna okkur eitthvað, vissi það alveg að við vorum búin að ganga eitthvað þarna hjá kunningjans þarna strandamanninum, sem ég man ekki einu sinni hvað heitir, eða hét. En hann var duglegur að spyrja okkur frétta á sveitinni, hafði áhuga á því og sérstaklega var hann nú að spyrja eftir Halldóri heitum í Hólma og einhverju svona fólki. Og svo var hann að flytja og við vorum bara askoti góður í að bera. Já, það var að flytja Hólabrautina. Ætli það ekki. Það er agalegasta guðsþjónusta sem ég hef verið við. Það var þegar Kristján bróðir minn var fermdur. Já. Hann hefur ekki sagt einhver frá því. Nei. Ég hef ekki séð eins mikið vesen upp í einni athöfn, sko. Í Hofskirkju var upphaflega, ég held að það hafi verið steinolíuofn frekar en kolaofn, annað hvort var. Og reykrör upp úr þakinu. Já. Svo varð þetta dót nú ónýtt og hætti að nota það og svo fer að leka niður með rörinu og lekur hon í timbrið í þarna á upphækkuninni. Já. Svo þetta nú allt saman fjarlægt, þessi ofn og allt það og það gert áður en að Kristján fermdur. Og menn áttu sig ekki á því að vöru sig ekki á því að gólfið undir ofninum hefði fúnað. Þetta var eitthvað svona svæði sem að menn fóru ekki mikið á, þannig að þetta bara svona. Svo kemur nú að þessari fermingu og það byrjar þannig að það ákveðið að reyna fyrir sig með rafmagnsorgel. Þá voru þau nýkomin og það var nú lúið orgelið í Hofskirkju og það kemur organistu og kór frá Skagaströnd og með rafmagnsorgel og því skellt upp þarna, en það var eitthvað ekki alveg í lagi með það því að orgelið spilaði ekki, það öskraði. Það var með ólíkindum og ég man eftir því, ég hafði svo mikið vitað sjálfur, ég man eftir því að fólk tók til þess hvað kórinn hefði staðið sig vel að halda lagi því að orgelið var bara eins og öskrandi maskína út allt, sko. Þetta var nú það fyrsta. Svo náttúrulega fer þarna fram einhver ræðuhöldi hjá Pétur og eitthvað svo, hann fer í stólinn og eins og alltaf þá skellt hann harkalega eftir sig stólnum og svo prumpaði hann heil ósköp þarna uppi og allt það eins og hann gerði bara venjulega.
Svo fer hann niður til að sinna embættisverkum eða kristna drengin. Þá tekst nú ekki betur til eins og hann fer út á þetta svæði sem að er fúið og niður úr gólfinu og við sáum bara prestinn sökkva í gólfið. Þetta var allt í einn og sömu athöfninni. Og að fólk skildi halda sönsum að það veri ekki farið að sko bara sprungi og látri, það var með ólíkindur. Því að ég sem krakki sko 10 ára gamall, ég átti svo bátt með mér maður. Það var eiginlega bara sko regla þegar hann var komin upp tröppurnar og í stólinn og þurfti karlanginn að prumpa. Og það náttúrulega steinheld allir kefti í kirkjunni og var frá að hlusta á prestinn og svo drundi þetta yfir. Það var meira regla heldur en hitt sko. Þetta er kostulegasta athöfn sem ég hef verið viðstaddur. Já, séra Pétur, hann var náttúrulega mjög skemmtilegu maður, en hann var svona svolítið klunni oft. Já, hann var það svolítið. Hann var klunnalegur margt sem hann gerði. Já. En alltaf vel meinandi. Alveg algjörlega gaman á hann. Já.